Snorri, leikurinn við Króata, hvað svona, í hverju eru þeir eitthvað svipaði þeim anstæðingum sem að vera að spila við tvo síðustu leiki, Slóvenía og Egyptar? Einhverju leyti getur kannski fundið ykkur líkindi en svo hafa menn bara allir sitt identity og við þurfum bara, þetta verður aðeins öðruvísi, allt þetta er ekkert eins. Og svo kannski að í grunninn viljum við vinna okkar hlutum fram en þurfum náttúrulega að undirbúa okkur kannski fyrir alltaf öðruvísi leikmenn og eitthvað aðeins öðruvísi skipulag. Það sem kannski verður mest frábrugðið náttúrulega þetta er heimaþjóð og heimavelli og eflaust margir áhorfendur og náttúrulega mikið í húfi fyrir þá og náttúrulega fyrir bæði lið, ég er ekki að segja það en þeir eru kannski að einhverju leyti meira með baki upp á vegg en við og við þurfum að gera okkur, að vera klárir í svona gríðarlegt passion og læti og ágjöf. Já, og svona þeir reynir svona að fá svona byrinn með sér, bæði áhorfendur og dómara. Já, þeir fá það alveg, ég held að það verður góð stemning og það er svo sem gömul saga ný að heimaþjóðin fær nú alltaf eitthvað aðeins og ég hef svo sem ekki áhyggjur af því, Ég bara líka það hefur verið þannig í undanförnum leikjum og svona, kannski sérstaklega hjá Gísla Þorgeiri, það mætti alveg fara að skoða meðferðin á honum aðeins betur, hún er ekki eðlileg, en við erum bara klárir í það og erum ekkert eitthvað að velta okkur upp úr því, svona er þetta bara og ef við erum ekki klárir í það, þá náttúrulega gangaði bara lagið og ná þá sínum vopnum fram og við þurfum bara sjá til þess að verða ekki henni. Það þarf að verða það þarf ná sömu byrjun og eins og bara í tveimur síðustu leikjum, ekki síst varnarlega. Þetta væri það óskandi og þar leggjum við náttúrulega grunninn að síðustu leikjum og þurfum á því að halda á morgun, varnarleikurinn þarf bara að halda og Viktor Björk í markinu, við eigum inni sóknarlega, ég sé ekkert óánægður og ekkert áhyggjur af því, alls ekki, það er bara, getur líka og þurfum bara að vera líka gagnrýnir á okkur sjálfa og finna hluti sem við getum lagað og það er alveg líka eitthvað fyrir hendi ykkur bæting og ef við náum því þá held ég við séum í góðum málum. Það er bara fyrst og fremst fókus á þennan leik. Það er ekkert svona verið að pæla í ef og hvað tekur við? Nei, þetta er 1 og 3 leikurinn og hvernig við ætlum að vinna leikinn en það þurfum við og teymið í kringu liðið að vera með alltaf hreinu, hvað getur gerst og hvernig leikirnir þróast og annað slíkt, annað væri kannski bara svona glabraði í okkur, það er ekkert sem segir að við bara byrjum leikinn vel og verðum yfir í hálfleik, bara alls ekki, það getur allt gert í þessu og við erum að spila á móti frábæru liði á heimavelli, þannig en þetta er einbeitingin og fókusin bara hjá mér og liðinu að vinna leikinn og gera eitthvað gameplan til þess og svo tökum við bara hinnu ef út í það fer en þá er nú fínt að hafa hlutina á hreinu. Og svo náttúrulega er hinum við tímavarðarborðið, gamall félagiðinn og vinnur, gaman að fást við hann, Dag Sigurðsson. Já, mér finnst það gaman mér finnst gaman að kótsa á móti alla í fyrra og ég held að það sé nú kannski sérstakara fyrir Dag að spila á móti Íslandi, þegar út í þetta er komið þá held ég sé nú bara að spila á móti Króatíu, ég sé ekkert að velta honum mikið fyrir mér og það er bara frábær þjálfari og sýnt það marg oft en fyrst og fremst er þetta bara gott króatískt lið sem við erum að fara að mæta og þurfum að undirbúa okkur vel og undirbúa okkur fyrir leikmenn en ekki hann. Og hann hefur náttúrulega gert svona, hann hefur náð að setja aðeins svona sitt mark á liðið á þessum tíma sem hann hefur búin að vera með þá. Já, ég held að það kemur ekkert óvart og það hefur náttúrulega verið orðið fyrir skakkaföllum og við erum bara að sjá hverjir mæta á morgun, við þurfum að búa okkur undir að þessi meiddu gaurar séu konur aftur inn og við þurfum að búa okkur undir án þeirra, hann hefur lítið farið í 5-1 og þeir eiga það inni, geta alveg gert það á morgun, við þurfum að skoða það vel og það er bara alls konar sem við þurfum að undirbúa, það voru flottir í 7-6 á móti Egyptum og við nýttum færin illa kannski, þannig að það er alls konar vopn sem er búið yfir og margt sem við þurfum að skoða.